Komið þið sælir kæri áhorfendur og verið velkomin með okkur í beina útsendingu frá Síminn Invitational netskákmótinu þar sem að 16 af sterkustu skákmeisturum landsins mætast í útsláttarkeppni. Í kvöld er fyrra undanúrslitakvöldið og hér munu mætast stórmeistararnir Helgi Ólafsson og Hannes Lífar Stefánsson í einvígi sem að ræður því hvor þeirra fer áfram í úrslit keppninnar. Eins og ég segi, þetta er fyrra undanúrslitakvöldið, seinna undanúrslitakvöldið fyrir fram næsta sunnudag, þar munu mætast Vigni Vatnar Stefánsson og Alexander Domelchuk. En í kvöld er það aldursforsetar mótsins, Helgi Ólafsson og Hannes Lífar sem að mætast og fyrirkomulag einvígisins er örlítið frábrugðið fyrri stigum keppninnar. Áður vorum við með 6 skáka einvígi í keppninni en nú færist alvara í leikinn og skákunum fjölgar upp í 10 skákir. Svona tíminn er sem áður 3+2. Það sem er áhugavert að velta fyrir sér er að í fyrri viðregnum þessara ágætu meistara Helga og Hannesar, ef við skoðum keppnir þeirra yfir borðinu, þá má sjá að staðan í innbyrðis viðregnum er þannig að Hannes Lífar hefur 4 vinninga en Helgi hefur 2 vinninga, þannig að Hannes hefur smá forskot. Ef við skoðum önnur tímamörk þá má sjá líka að Helga Ólafssoni virðist ganga betur gegn Hannesi þegar hann stýrir svörtumörnunum, sem er dálítið athyglisvert. En það verður spennandi að sjá viðregn þeirra í kvöld og það hefur verið kannski sérstaklega skemmtilegt að fylgjast með Helga Ólafssoni í keppninu fram að þessu. Hann hefur verið sá keppandi í mótinu sem hefur sýnt hvað mest öryggi í sínum viðregnum og farið svona nokkuð þægilega í gegnum sín einvígi hingað til, á meðan að Hannes hefur þurft að hafa fyrir hlutanum og Hannes vann til dæmis stórmeistarann Braga Þorfinnsson í 8-manna úrslitum og þar var, hlutinni réðust bara á loka atvikunum þar sem að Bragi mista mjög vænlegri leið og Hannes komst áfram. Nú, það er búið að draga liti í fyrstu einvígiskákinni. Helgi Ólafsson mun stýra hvítumörnunum í fyrstu skákinni sem þýðir að hann getur svolítið stjórnað í hvaða byrjun kemur upp á borðið og það verður áhugavert að sjá vegna þess að Helgi hefur hingað til svolítið valið sér byrjun eftir því hvaða andstæðingar mætir og hann virðist vera búinn að undirbúa sig býsna vel. Hannes mjög rútineraður í sínu byrjunarvali og breytir venjulega ekki mikið út af en heldur sig við sitt á meðan Helgi er svolítið sveigjanlegur. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað gerist í byrjunarvalinu. Við minnum á að styrktaraðilar þessa móts eru sem fyrr Síminn, Ljósleiðarinn, Lengjan og sjálfsögðu Collab. Nú við bíðum spennt eftir að meistararnir hefji leik. Eins og ég segi, Helgi með hvítt í fyrstu skákinni og svona tíminn 3+2. 10 skákir sem við munum tefla, þannig að sá sem að fer yfir 5 vinninga, hann kemst áfram í úrslitin og mætir þar sigurvegaranum í einvígi Vignis og Alexander Domelchuk sem framfer næsta sunnudag. Úrslitin fara síðan fram 7. apríl. Og þá skilst mér að fyrsta skákin fari senn að hefjast. Nokkrar sekundur í þetta hjá okkur. Og þá held ég að við ættum að vera að koma með þetta á skjáin hjá okkur og við skulum fá stöðun upp, þarna erum við með þá. Og það er eins og ég sagði, Helgi Ólafsson stýrir hvítumörnunum, Hannes Lífar svart. Og Helgi hefur skákina á riddari Finnur 3 og Gunnar 3. Svona nokkuð svona rétt í uppstilling sem þarf ekki að koma óvart hjá Helga. Og hann stýrir taflunni yfir í grunnfeldsvörn og við erum með svona samhverfa grunnfeldsvörn sem nú frekar rólegt byrjunarval en eitthvað sem að við hefum séð áður hjá Helga Ólafssoni og hann er fljótur leika þarna riddari E4. Og þá gefur Helgi sér smá tíma í að velja næsta leik. Og sjáum það að ef þessi riddari drepinn, þá dræpir svartu með peði og ræki þennan riddara í burtu. Þá er D4 peði veikt, þannig að Helgi velur drottning Bjarni 3 sem setur smá pressu á D5 peðið og auk þess á B7 peðið, þannig að
Hannes þarf að fara varlega með Hvítárvitabiskupinn sinn. Báðir hafa rókað stutt og riddari C6. Það fer heldur rólega stað og Hannes teflir heldur hraðar. Hann bara rétt undir 3 mínútum og hann hefur gert það hinga til í mótinu. Hann hefur haldið mjög hröðu tempói og stundum kannski aðeins of hröðu tempói vegna þess að hann hefur áttið til að missa af hlutum. Helgi hefur verið líka mjög skynsamur í sínu tímanótkun. Hann hefur passað sig á því að lenda ekki tímarhækki og gefur sér einna helst smá tíma þegar hann þarf að taka krítiskar ákvarðanir. Hrókur D1 og það er mjög líklegt að Helgi muni reyna að opna miðborðið annarkvort með að leika E4 eða C4 einhvern tímapunkti og reyna þá að virkja þennan sterka biskup á löngu skálínunni. Biskup A6 hjá Hannes hann er að reyna að bremsa aðgerðir Helga á hvítureitunum og gætum séð þennan riddara fara frá C6 og A5 til þess að styrkja tökin á C4-reitnum. Ef Helgi nær ekki að leika þessu C-piðið fram við tækifæri þá er smá hætt á því að þetta getur orðið veikleiki enda bakstætt peð. Drottning A4 síðasti leikur hjá Helga og Hannes gefur sér smá tíma í að meta hvernig hann er að svara þessu, hvort hann er að bakka með biskupin eða að leika riddari A5 gæti komið til greina. Nú er tíminn jafnast svolítið hjá þeim félagunum. Riddarinn fer á A5 já. Og hér gæti nú kannski komið til greina að leika leik eins og biskup B4 já. Hóta riddaranum sem má ekki fara langt, enda leppur og biskupinn hérna bakvið. Hannes gæti nú alveg mögulega leyft Helga að drepa hérna á A5 og taka það á sig tvípeða alínunni. Gefur kost á því fyrir með hrókjan á C8 og ég hugsa að Hannes færi auðvitað biskupaparið ef Helgi dreipur á A5 og nokkuð virka stöðu. Þannig að nú þarf Helgi að taka ákvörðun að drepa eða ekki drepa. Það er spurningin, hann leikur riddari B3. Hannes er ennþá í smá vandræði með þennan biskup á A6 og nú hótar auðvitað Helgi að drepa með riddara á A5 og vinna þar með peð í kjölfarið. Hannes er hugsi og virðist vera í smá vandræði með þetta. Hann leikur biskup E2, fríar þar með biskupin í smá stund. Hrókur E1, svo drepur hann á B3. Helgi tekur með peði, hótar þá peðin á A7 og Hannes leikur A5 já. En hann tapar nú líklega samt peði eftir þessi viðskipti. En hugsanlega ætlar hann að leyfa Helga að taka á E2, drepa þá á B4 og ef drottning drepur fara þá kannski með biskup á F8 og herja á þetta peð á C3 í framhaldinu. Hann virðist vera að reyna að leysa þetta þannig. Og Helgi gefur sér tölverðan tíma í að finna út úr því hvernig er best að leysa þessa flækjur. A5 síðasti leikur. Kemur til greina jafnvel að taka þetta peð. Nei ákveð, hann drepur bara biskupinn og gæti þá kannski tekið með með peði. Ok, það er Helgi peði yfir, misliti biskupar, Hannes er með trausta stöðu og opna línu fyrir hrókana. Ég held að það sé alveg hægt að segja að Hannes hafi einhverjar bætur fyrir peðið, auðvitað veikt peð hérna á Bjarni 4 hjá Helga sem Hannes hótar með drottning D6. Það er svona lítur út fyrir að þetta gæti mögulega leyst upp í jafnt endatafl. Sérstaklega með tilliti til mislitu biskupana sem auka yfirleitt líkurnar á jafntefli. Já, H4 er svona hálfpartinn viðurkennir að staðan sé hnífjöfn. Hann var uppskjutt á drottningum, hann er búinn að vinna peðið tilbaka og þó að Helgi sé komið með hennar hróku upp á 7. reituru þá var tiltölulega auðvelt fyrir Hannes að valda B6 peðið sitt. Sýnist mér. Kannski ef eitthvað er Helgi möguleiti betra að tafla því hann ræður yfir
opnu línunum. Ótar vissulega að fara upp með hrókinn sinn eftir C-línunni, mögulega á C6 eða jafnvel upp á C7. Já, Helgi með smá möguleika í þessu. Hannes þarf að passa sig. Hannes leikur hróku C8 og gefur B6-peðið strax og líklega var þetta mjög stórmeistarlega ákvörðun vegna þess að Hannes treystir á virkni mannana sinna og eftir þess að skák á C1 þá getur biskupinn hörfað og svo kemst hrókurinn bak við peðið og ég hugsa að svörtu mennirnir séu nægilega virkir. Auk þess getur hann leikað biskup E1 og haldið mönnunum virkum að sjálfsögðu. Hann getur bæði haft biskupinn á E1 til þess að pressa hvítu peðin og líka til þess að bremsa B-peðið hjá hvítum. E4. Já, ég held að hann sljóta að drepa á F2, hótar þá D4-peðinu. Ég spáði að Helgi leikið í fram, hann gerir það. Og ég núma Helgi aðeins fara að passa sig. Hann hann rauður á klukkunni og Hannes farin að hóta að drepa á G3 og Helgi að gefa mögulega H4-peðið sitt og hrókin á B8 sjálfsögðu. Hannes heppir þarna, vinnur hrókin á B8. Klaufalegt hjá Helga. Nú sér hann það. Lætur nokkuð vel valin orð falla þarna. En svona þetta stundum. Helgi var orðinn tæpur á tíma og því fór sem fór. Hannes vinnur fyrstu skákina. 1-0 Hannes í vil og hann þá með hvítt í næsta skák. Helgi getur ekki að vera ánægð með þetta. En ég minna á það að við erum hérna tveir. Ég heiti Björn Jóhann Karlsson og með mér stórmeistarinn Helgi Ásgrétarsson. Já, sæll Björn. Já, blessaður Helgi. Gaman að fá þig. Já, takk fyrir það. Gaman að vera hérna með þér. Hannes vann fyrstu skákina eftir smá sviftingar. Helgi lék sér hrók í tímarhækjunu. Einmitt. Eftir að staðan hafi verið svona í jafnvægi framan af. Akkurat, þetta getur gerst. Og við bíðum bara spenntir eftir að fá næstu skák upp hjá þeim félögum. En við greindum þessa tvo sterku stórmeistara aðeins svona í 8-manna úrslitunum, Helgi. Akkurat. Fórum svona yfir þeirra kosti og mögulega galla líka. Og nú mætast þeir tveir sem ég kallaði hérna áðan aldursforseta keppninar. Ég held að það sé nokkurn veginn rétt hjá mér, allavega þeir sem eftir eru. Já, þeir sem eftir eru. Jóhann náttúrulega eldri, Jóhann Hjartarson eldri en Hannes. Hann dottinn út. En nú mætast þessir menn og hvaða máli skiptir það varandi stílinn þeirra? Hvernig passa þessi stílar saman? Hvað segir það? Ég veit ekki hvað skal segja. Ég meina þeir eru báðir svona trausti skákmenn að upplagi og ágættir í byrjunum og endatöflum og mjög hæfileikaríkir skákmenn, báðir þeir. Þannig að þetta veltur töluvert á dagsforminu. Náttúrulega fram að þessu í mótinu hefur Helgi Ólafsson telt mjög betur en Hannes. Þannig að hins vegar ef Hannes næsir og strika þá ætti hann að kannski hafa aðeins yfirhöndina vegna þess að hann náttúrulega betri æfingu almennt séð en Helgi hefur staðið sig ótrúlega vel í þessum netmótum. Þannig ég myndi halda að þetta gæti verið jafnt en náttúrulega oft eins og núna fyrsta skákin að það sé svona áfall sko fyrir Helga að þá sjá hann hvernig hann glímir við það. Einmitt. Nú smá breyting á fyrirkomulaginu á mótinu eins og ég fór yfir. Áður vorum við með 6 skákeinvígi, í undanúrslitunum förum við í 10 skákir. Hverju breytir það mögulega fyrir þessa keppendur? Ég veit það ekki, já sko náttúrulega bara kannski úthald og taugarnar og Helgi hefur náttúrulega almennt séð í skáki við borðinu átt í erfiðleikum með taugarnar. Það hefur verið hans veikleiki oft á tíðum. Já. En mér hefur ekki fundist það í þessum netmótum hingað til sko, en Hannes hefur hins vegar verið taugatrektari fyrst mér í netmótunum en í yfir borðinu sko. Einmitt. Við sáum Hannes lenda í örlitlum vandræðum gegn Birni Þorfinnsinni í haust þegar hann var eins og misti úthaldið í síðustu skákunum. Já. Það var 8. og 9. skákinni, það fór hann aðeins að fipast. Já, ég veit ekki hvort það hafi verið úthaldið, ég held að það hafi kannski bara verið meira
eitthvað einbeitingarleysi og svoleiðis sko, ég meina en það gæti hafa náttúrulega tengst en sko þetta er náttúrulega það stuttar skákir og svona og ég held að það sé ekki endilega hafi riðið bakkamunum sko, ég heldur bara þú veist en Hannes hefur tilhneigingu til þess að leika oftar illa af sér en Helgi Ólafsson í netskák sérstaklega. Einmitt. En við sjáum það núna bara í fyrstu skák að það fór á annan veg. Já, heldur betur. Heldur betur. Þá var það spurning hvort að við séum ekki að fara að fá næstu skák upp hjá þeim félögunum. Ég held að séu ekki byrjaðar á henni. Jú, hérna kemur þetta upp. Já, spennandi. Eitthvað verðist þetta hafa farið fram hjá okkur þegar voru byrjaðar hérna. Eða svona þegar maður fer að tala Helgi þá skulum fara bara yfir þetta. Við kannski fá skákina upp á skjáin hjá okkur og fara hratt yfir fyrstu leikina. Hver með? Það Hannes sem að stýri hvítumörunum. Já, það? Fáum... Leik hann Ritter F3 í fyrsta leik og allt þetta? Hannes leikur Ritter F3 og við erum komið með svona... Já, ok. Hálfgert vangtaflu upp. Já, því ég sá hann tapaði síðan skiptamun á einhverjum ástæðum. Já, ok. Ef við kannski fá skákina stóra upp á skjáin hjá okkur. Hvað gerðist eiginlega þetta? Þetta var alltaf undarlegt. Já, hann hristir hausinn og allt, sko, Hannes, þannig ég held að þetta er búinn. Hann bara búinn. Hann bara búinn að gefa, ok. Já, hann misti mann, hann bara, já. Helgi hefur svarað heldur betur fyrir sig. Já, þetta var mjög, já, þetta er það sem að mér hefur fundist við tapmisku Hannes að hann getur telt alveg hrikalega illa sumar skákirnar. Já. Það hefur ekki verið eins algengt hjá honum Helga, sko. Einmitt. Þá staðan sem sagt 1-1 og Helgi Ólafsson stýrir hvítumörunum. Já, ok. Núna þið bara vonandi fara að tefla báði betur og mistökum fakki. Báði búin að ná einu höggi og já. Helgi skákar hérna á A4 og þetta er Rakosín. Rakosín afbrigðið og spáði hann drepi á, hann gerir það. Hvernig hefur þér gengið með þessa kollega þína, Helgi, gegnum tíðina? Við hvern er skárra að tefla? Helga eða Hannes? Það náttúrulega framan að gekk mér mjög illa móti þeim báðum. Þannig ég var mér mjög lélegt skoð. En svo náttúrulega var ég sjálfur svona sterkari og svo hætti náttúrulega að tefla lengi, sko. En eftir ég byrjaði að tefla aftur, þá hefur svona skorið á milli okkar Hannas að vera nokkuð jafnt en ég náttúrulega bara telt við Helga í styttri skákum og það er svona það bil jafnt líka, sko. Ég hef alveg unnið hann í mjög mikilvægum skákum, bæði hraðskák og atskák, þannig að það hefur bara svo sem gengið ágætlega á móti Helga eftir að ég byrjaði aftur, sko. Allavega já, ég myndi segja það. Þannig að almennt séð hefur líka verið allt í lagi á móti Hannesi, sko, allavega í lengri skákum, sko. Hvað getum við sagt þessa stöðu eftir byrjunina? Hannes var að leika hann riddari H4. Er hann að hefja einhverja sóknaraðgerðir á kóngsvagnum? Já, hann er náttúrulega að reyna að stefna því en hann er náttúrulega með veikleika á C-línunni og af því að CP er stakt og þannig að sko þessi strúktúr, sko, þetta geti verið svolítið stórt vandamál. Einmitt, og Helgi geti kannski setna meir sett pressa á þetta D5P líka. Hann leikur hróku D8, já. Já. Kannski ég myndi velja að freka verið með hvítt í þessari stöðu, sko. Já, ég hugsi ég var í sammála. Nú var Hannes að reyna að leysa þetta á taktískan hátt, sýnist mér. Fórna peði tímabundið að mest okkur stigi. Jú, sýnist að þetta gangi, sko. Ætlar hann að fara með biskupin á E5? Núna hefur tapið snúist. En spurning hvort að já, þetta er vandansamt. Sko, hann leikur hérna strax, já, ok. Hann hefði mögulega
Hann hefði hugsanlega geta drepið fyrst og svo leikir í drafjör en það er svona spurning hvað Hannes gerir núna. Já, hann strýkur sér kollinn og veltir þessu fyrir sér. Helgi með töluvert betri tíma, munar tæpið mínútu að þeim. Já, hann drepið þó vantarlega núna á B4 og leikur síðan A5. Já, styrkir þetta þannig. Þannig að ég myndi segja að staðan væri bara núna í dýnamísku jafnvægi, sko. Í dýnamísku jafnvægi, sagði hann, já. Spurning, hann þorði ekki að drepa á A6 náttúrulega, eða svona, var samt svona, það var alveg valkostur, sko. Rittari C5. Og Hannes drepið það sjálfsögðu ekki, hann heldur þessu peðu og biskup, þarna kyrfilega völduð á drottningavagnum. Einmitt. Rókur A2. Hvað er Helgi að plana? Er hann mögulega að fara tvöfalda á A-línunni eða? Þetta er bara, núna held ég að hann er kannski reyna að fara að herja á A-pið, já, með rittari B3 og tvöfalda A-línunni. Ég hugsa það, sko. En það skiptir kannski dálítið miklu máli fyrir þá í svona stöðu sem er í jafnvægi, bara halda tempóinu og halda áfram að leika eðlilegum leikjum, ekkert vera að... Já, hérna myndi ég vantarlega að leika biskup F5, já, leiku því. Ég var ekki hrifinn af hérna biskup G4 svo mikið. Þau vilja halda hvítritabiskupnum inn á borðinu, kannski? Já, ég myndi vilja það, frekar reyna að herja á AP, sko. Myndi frekar vilja gera það, sko. Þannig að þetta verða núna svona manúveringar. Já, tölvar tilfærslu. Nú er Helgi komið með hrókana sína á skeljunina, búin að tvöfalda þar, tilbúin að hasla sig öll á 7. rittaröðinni jafnvel. Já, frekar ómarkvið stafnska Jóhannes að fara að færa með drottninguna af F5 sem að var á virkum reit. Botna ekki alveg í því, sko. Það er spurning hvort að Helgi geti nýtt sér það. Hann leikur rittar F4, hóttar að drepa D5. Já, hann hefur telt mun markvisa núna, sko. Og Hannes líka leikar hrókur F6, þannig að þetta er mjög núna náttúrulega er bara hvað rittar í D3 aftur tilbaka. Það er bara skrítið. Já, hann leitur vel út á A4, en ok, A4, nú ætlar Hannes eitthvað að reyna. Já. En er nú komið sér í eitthvað vandræði þannig? Má hann ekki, nei, býtum nú við. Helgi hugsar. Já. Hann leikur hrókur A1. Já, hrókur A7 hefur kannski verið eðlilegur leikur. Já. Því að það til dæmis komið í veg fyrir þennan leik. Drottning C1, Helgi með skil ekki alveg biskup D6 núna. Hvítur mista tækifæri með því að leika hrókur A7, sko. Ég myndi samt segja að hann væri ennþá með betra, hvítur. Hvítur ennþá með betra, segir Helgi, og... Ég held að hann verði að drepa þetta. Já, ok. Nú hristir Hannes hausinn. Hann átti að drepa þetta að mínum mati. Af því að AP myndi veita svo mikið hérna... Núna er kannski hrókur B1, biskup C5 og drottning G4. Já, hann gerir það ekki. Hann gerir það ekki. Skulum við... Já, svona. Þetta er mjög sérkennilegt. Já, það er rosa þægilegt, sko, að nefnilega þegar maður sjálfur er ekki að tefla, sko. Og það sé maður stundum oft miklu meira en þegar maður er sjálfur að glíma við þetta. Já, mitt. Ég gæti ekki betur séð en þetta væri stór hættulegt og hvítt, sko, ef hann hefði drepið á C5 og leikið síðan hrókur. Að vísu það var hrókur C1 fyrir, sko. Það var smá virkni að ná. Já, en svo líka hérna átt hann átti að sjálfsögðu að drepa rittarinn á C5 og þá var ekki það stöðinni. Ég meina núna gefum við til greina rittar F6, rittar upp í D5 og ég meina þetta er að fara. Já, sko, þetta er það sem að mér hefur fundist almennt, sko, að Helgi gerir færri mistök í þessum netskákum en Hannes. Einmitt.
og Hannes að tefla of oft sko mjög illa í þessu sko. Þannig að það alltaf mörg mistök í hans taflmennsku. Hefur mér fundist í mótinu almennt séð sko. Akkurat. En það breyti því ekki að hann var mjög 4-0. Já. Það einhverjum slægjum degi hjá mér allavega. Tölum ekki það búið. Gangur lífsins, já. En Staðan orðin 2-1, Helga Ólafsson í vil og hann stýrir þá svörtumörunum. Já. Tefli sikilega vörn og Hannes tefli svona. Það náttúrulega rosalega gott hjá Helga eftir áföllið í fyrstu skákinni að ná að koma svona tilbaka á tveim úrslitum sko. Tveim vinningum, tveim sigurum. Athyglisvert val hjá Hannesi að leika riddari C3 og riddari G2, nokkuð óvenjulegt. Já, athyglisvert, ég held að hann myndi fara kannski með biskupin og C4, þetta var hann virkan. Já, mér finnst þetta líka óvenjulegt af því að Hannes hefur nú verið yfirleitt býsna góður með hvítu gegn sikilægverðinu gegnum tíðina. Í opinni sikilægverð þarf að segja. Að hann skuli tefla svona hliðarabriði. Já, mér finnst Hannes verið að tefla þetta ansi yfirbúskjönd. En sjáum til. Spurning hvort að Helgi vilji skipta upp á svartadaböskupum, já, reyni það. Það nú svo sem í jafnvægi sko. 4 á Hannesi. Kannski eitthvað örlítið þægilegur og hvítt, ég veit það ekki, þetta er bara svona jafnvægi. Já. Bara að leika eins og mögulega drottning G7 eða eitthvað svoleiðis eða. Mitt. Hann gerir það. Það er leikur, tengja hrókana, halda mörunum virkum. B3, þeir eru nú báður að klára liðskipan. Já, ég mitt hrókur að ég ætlaði að fara að stinga upp á því. Það væri mögulega planið. Ég held að þetta sé bara jafnt. Þetta svona dæmigerður Hannes að leikur en ég held að hann sé ekki góður. Þetta er best að drepa núna á D5. Dæmigerður Hannes að leikur, segir Helgi Ás. Já, hann stundu vill vera of ákváður í að vera aktífur sko. Staðan fyrir að þróa stöðuna með aðeins vægjallegri hætti. Áður nú verður aktífur. En það er ekkit stór mál sko, ég meina kannski er þetta rétt hjá honum. Ég sé ekki betur en að svart getur bara leikið D5 og staðan sé bara nokkuð traust sko. Og ef E5 þá F6. Hann leikur E5 og spurning hvort að Helgi, hann leikur þetta A5. Já, þetta er líka allt í lagi sko. Já, vandamál Hannes eins og við sjáum að rittarna var hálfpartinn leppur út af biskupnum á E3, þannig að Hannes lauma kóngnum í hotnið. Já, en hann er Helgi þá virkja rittarna, já, hann drepur, já, það er mjög athyglisverð ákvörðun. Hann er mjög fljótur að taka svona afdrifaríkar ákvarðanir, Hannes. Já, rótt að segja það. Nú verður Helgi vantilega að taka með peði. En það er ekki það svörtu stöðin, svartur, ég veit það ekki, ég held að C4 peði sé ekki veikt, D4 peði veikt sko. Ég held að Hannes hafi getað þróa taflið eitthvað betur sko. Já, Hannes að tefla stundum aðeins of hratt fyrir. Það er ekki búið til næg vandamál fyrir svartan sko. Svartur stendur betur í þessu stöðu. Já, þú ert hrifnur á svartu stöðunni. Já, vegna þess að hann er með fjarlægan frelsingja mögulega. Hann er með 2 hérna gegn. Og peðin hans og drottningahengur eru sterk, eða sko D4 peði veikt hjá hvítum. Þannig að ég veit það ekki, kannski H6, ok, já, allt í lagi, hrókur D1 lítur að koma. Það er svona smá taktík í stöðunni varandi hvíta kóngin, Hannes þarf að passa fyrstu rauðaröðina. Spurning hvort að Helgi ná að sameina samstæði peðin sinna drottningavængum. Ég held að hann verður líka drottninga F2 G3, ok, hann alltaf kannski reyna að tefla skákinn eitthvað. Hann alltaf með tölvört betri tíma. Já, hann er með betri tíma, hann er ennþá með rúm á 2 mínútur sem er merkilegt. En ég veit ekki, ok. Hann búið til pláss, já.
Ég vildi nú leika þessa leikum fyrir tölvörst síðan, sko. Ég vildi hafa hrókin á F8, en ok. Heldur að Helgi færi sig yfir á drottningavanginn, komi drottningun yfir og reynir síðan að mjaka þessum peðum á stað? Ok, drottninga F3, þetta var það sem ég var að tala um fyrir tölvörst síðan. Það er spurning núna um B4. Já. En mér finnst að staðan er að leysast upp í jafntefli, sko. Á hvernig veginn sem er. Getur Helgi haldið drottningunum inn á? Nei, hann leikur bara B4, já, eins og þú segir. Ég sko leið og leikur sér, hann getur kannski fengið 3 peð á móti 2, sko. Já, komið konginn og... Af því F5 peð verið veikt. Akkurat. En þetta er bara að leysast í jafntefli sínist mér. Kókutur upp í D4 og ákveðna líkur á því að Helgi vinni þetta peð, en fræðilega séð ætti svo stað að vera jafntefli eins og Helgi segir. Já, þetta er bara jafntefli. Það getur vel verið að Helgi sé bara mjög sáttur við það með svartumörnum, hann er yfir 2-1. Er ekki hlé eftir 4 skákir eða? Jó, þeir fá smá andrými félagarnir eftir þessa skák. Og svo höldum við áfram með skáknum með 5 á eftir. Minnum á það að þeir munu tefla 10 skákir í þessu einvígi. Svo sem er fyrstur að fara yfir 5 vinninga fer í úrslitinn. Já. Jafntefli samið og það þýðir að við tökum örstutta pásu, fáum skilaboð á skjáinn og kom aftur eftir örskamma stund. Kæra áhorfendur, ekki fara langt. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta ferð þig álgetur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn er hafið. Enski bolti. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Komið sælir aftur, kæra áhorfendur, þeir að fylgjast með beinni útsendingu frá Síminn Invitational netskákmótinu og hér fer fram einvígi stórmeistarana Helga Ólafssonar og Hannesar Hlífar Stefánssonar. Staðan 2,5, 1,5, Helga Ólafsson í vil að loknum 4 fyrstu skákunum og við bíðum núna eftir að þeir hefji 5. skákina þar sem að Helgi Ólafsson hefur kvitt. Helgi, hvað getur við sagt taflmennskuna hingað til? Já, sem sagt Helgi náttúrulega lék hérna rók af sér í fyrstu skákinni í blálókin sem nokkuð sjálfgæft fyrir hann hingað til í þessum netskákmótum. Hannes hefur haft meiri tilneyingu til að leika illa sér og hann bara, já, hann teldi næstu skák bara leik illa, já. Við skulum bara, ef ekki að fara, ef hún byrjuð skákin. 5. skákin byrjuð, fáum hann á skjáin, já. Já, við skulum bara einbytta okkur að núinu. Það aftur Rakosín. Sama staðan að koma upp í 3. skákinni, sem Helgi hafði, já, lítið betri stöðu. Þetta allt saman þekkt. Já. Kannski finnst áhorfendum óvenjulegt að hvítur drepið þarna riddara á F6 og gefi biskupaparið en kannski það sem að hvítur eru að tefla upp á svolítið klunnaleg staðsetning svarta riddarans á C6. Þetta allt saman margþvælt, sko. Já. Og bara það jafnt tafl. Ég held við séum ennþá í sömu stöðunni og vorum með í 3. skákinni. Já. Minnir að Hannes hafi leikið biskup D6 í þessari stöðu. Já. Spurning hvort að Hannes vilja eitthvað breyta út af. Kannski ekki ánægði með stöðuna sem hann fékk í 3. skákinni. Nei, hann leikur biskup D6. Já, einmitt, ok, hann teflir þetta bara eins. Einmitt, Hannes fór með já, biskup C8, já, einmitt. Ég held að þetta sé lógiskara. Einhverju leyti allavega. Helgi lék A3 og B4 í 3. skákinni og verðist alltaf endurtaka það. Hannes fór með riddarann á H4 og stofnaði til uppskipta þar. Já, ok, það kom B6 aftur. Já. Riddarinn á G3, já. G3. G3, svo kemur hann í veg fyrir hennar riddara H4-leik sem við fengum í 3. skákinni. A5, já. Þetta svona stöðubarátta sem að þeir báðir eru ansi harðsnúnir í. Já, það óvægt að segja það. Smá pressa á D5-piði sem að Hannes valdar. Það sjálfur sér ekki mikið að vera hérna. Ég held bara svarta getur vel við una, sko. Já. B5, já. Ég held að þetta sé fínu lagi á svart, sko, þó að þetta sé stakt peða því að biskupinn á D6 svo sterkur. En það bara spurning kannski H5 fristandi leikur, sko. Spurning þá með riddar F, E5
gæti verið hættulegt mótsvar sko, þess vegna það er kannski eitthvað að undirbúa til dæmis með drottning F6. Einmitt, möguleika svart felast í því að gera eitthvað á kóngsvagnum og H5 er svona típist pot til þess að reyna að búa til veikleika. Já, svo kemur, ég held að komi nú ekki til álita að leika A4 sjálfu sko, því þá gæti A4 verið veikt sko, af því að þetta snýst allt C7-pið. Okay, biskup G6, það er líka til þess að koma í veg fyrir, já það er líka leið við að sama marki að undirbúa H5. Það er bara að leika H5 í þessari stöðu, hlýtur að vera. Já, einmitt, verðist mjög eðlilegt. Er einhver leið fyrir Helga til þess að auka pressuna á C7-piðið? Hann þarf að reyna að... Nei, ok, Hannes ákveður ekki að leika H5, athyglisvert. Það er athyglisvert. Núna eru komna taktískar hótanir kannski sko, með að færa riddaran. Helgi með tölvöld betur tíma. Riddari H4 núna sko. Aha. Þá farið hvítu betra enda þetta. Mér finnst þetta ekki góð tapinska hjá Hannesi. Riddari H4 og hann verði þá að drepa á E2 eða hvað? Já, þetta er ekki gott sko. Hannes tók hann hann leikur svo mörgum svona ómarkvísum leikjum að mínum mati í miðtaflinu sko. Já. Maður þarf að... Má þetta? Já, hann getur leikið drottning G6. Aha. En þetta er samt... er hann ekki vandræðið með til biskup H5 eða hvernig leysir hann þetta? Biskup H5, drottning G5, F4, er það? Jú, það vinnur mann, en hann sá það ekki. Enga síður? Hann gat unni mann hann Helgi. Svo einfalt er það. Já, en samt sem áður mjög óþægilegt af því að nú er allt í einu komin sko... Já, þetta er Riddar F4, hann Helgi ætlar að vinna P, þetta er bara léleg tapmennska hjá Hannesi því miður. Já. Hann er í fínu stöðu. Ég fyrir alveg svo áðan var að eyða fullt af leikjum í mjög ómarkvissum tilgangi sko. En ok, ég er kannski full dómhærður núna. Hann drepur þetta bara. Býnum við. Ég veit ekkert hvað hann er að fá fyrir þetta, bara drottning F3. Mjög óljósar bætur allavega. Nei, það er enga bætur. Engar bætur, nei. Já, því að ég meina... Nei, það er bara... Þetta er ekki neitt. Nei. Það er bara einhver trikk. Já. Ok, hann er með 2P, en ég meina að menninir eru bara það sterkir hjá hvítum sko. Og kóngstaðan örugg. Það er rétt. Já. Já, þetta var, eins og þú segir, þetta var klaufulegt hjá Hannesi. Að mínum að þetta var hann með betri stöðu. Ég hef alltaf bara reyndað að sækja hvítus kóngstöðinu með H5, H4 sko. Einmitt. Bara dæmigerð svona minnihluta árás í svona struktúr. Þetta kallast svona hálfpartinn Karlsbad-struktúr. Já, hann bara gafst upp. Hann gafst upp, já. Og staðan þá 3,5, 1,5. Hann líka, hann verður kannski tabla hratt líka í svona krítískum augnablikum í miðtaflinu. Já. Þannig að það er opna siggilega vörn. Já. Og Helgi velur hann drottning B6-leik. Þeir eru náttúrulega báðir alveg þrautreyndir í því. Já, Helgi hefur oft valið þennan leik áður, kennt við stórmeistarann Grífars. Það snýst nú svona oft yfir í hefðbundna sévinningan, stöðutípu, þegar drottningin bakkar. Já. B4. Já. Þetta er ekkert sem þarf að koma á óvart. Annars kannski gæti valið að hrókara langt setna. Já, Helgi breytir nú stöðutípun aðeins, ætla vantilega að leika þá D6 á eftir. Þetta er svart, langkrókjurinn. Já, en... Já, ég veit ekki hvað skal segja um þetta. Athyglisverð staða. Hannes gefur sér smá tíma hvað hann vilja gera. Þeir hafa hrókað á sikkur á vængnum og þá er kannski eðlilegt að spá því að Hannes fari í sókn á kóngsvagnum og Helgi fari í einhver aðgerð á drottningvagnum á móti.
Hugsaði að verða að leika H3 í þessu stöðu til þess að koma veg fyrir biskup G4. En ok, hann gerir þetta svona, eða Rittarður bréf 4. Þá var þetta farið. Já, og Hannes bara hristir hausinn og við sáum að honum er bröðið. Já. Og þetta er búið að vera nú samt svo að það var nú ansi heppinn að vinna að mann Braga Þorfinnsson síðast, það ekki? Hann Braga síðast og það var ansi heppinn, sko. Já. Já, þetta er bara því miður allt og algengt, sko. Þegar mér fundist í þessum netmótum hjá honum, sko. Já. Allavega í síðasta einvígi. Og líka mjög slitslegt hvernig hann tapaði fyrir Birni Þorfinnsssyni á sínum tíma, sko. Já. Með það, sko. Og þessu tapmennskan hans á móti mér í einvíginu var kannski ekki, ég bara taldi mjög illa. Mjög illa, en Helgi er mjög öruggur skákmaður þegar hann fær svona tap, sko. Já. Ætti ekki að... Og spurning hvort hann sé... Já, hann skefur þetta bara. Já. Sýndist Helgi verið jafnvel að vinna setup-höðu líka. Það var staðan orðin 4,5, 1,5. Helga er vel, þetta verður heldur betur dreigið til 10. núna í síðustu skákum. Já. Slegin út af laginu. Hannes þarf einfallega að vinna þessa skák. Já. Þetta er ekki búið ennþá, en það má geta þess að ef Helgi vinnur þessa skák með hvítumörunum þá er einvíginu lokið hreinlega. Já. Og Helgi, eins og áður, hann velur traust að byrjunarleið, Rittari finnur 3 og Hannes velur tvöfalda fíansett og hann hefur telt þetta stundum áður. Já. Helgi nú heldur en 2 vetra í byrjunarfræðum, hann hugsaði að hann velji bara eitthvað traust gegn þessu. Eitthvað komið upp á hjá honum Helga. Já, hvað er að tröfla hann þetta? Ég nú veit. Hann lappar í burtu. Bregður sér að bæ. Eitthvað tæknilega vandræði mögulega og Helgi var hérna smá aðstóð. Það sé að ringja í tæknimenn. Já, geti verið. Hann dottið úr eitthvað allan að við. Já, ég skal ekki segja en... Mist sambandið. Vonum að þetta slái Helgi út af laginu. Hann er á góðu rönni, eins og maður segir. En E6 síðasti leikur Hannesar og er ekki rétt munað hjá mér Helgi að það sé hugmynd í þessu fyrir svartan að bregðast við rittari C3 með að leika rittari E4 og bremsa þannig. Jú, þú ert alltaf að gera það, sko. Þú ert alltaf að gera það. Hvað er að gerast? Við bíðum spenntir eftir að Helgi leysur þessu vandræðum sínum. Eitthvað er nú brúnaþungur, sant? Já. Það má geta þess að Hannes Lífar Stefánsson er stattur erlendis. Hann er út í Þýskalandi núna sem hann teflir á alþjóðlegu móti. Já, hann byrjaði ágætlega í því að vann svona 2 stig allavega í fyrstu 2 umferðunum og tók sér síðan frí í dag til þess að tefla hér. Einmitt. Já, það er bara mjög spennandi að fá að heyra hvað gengur hérna á hjá þeim. Já, ég veit það ekki. Nei. Og ég veit ekki hvað það er að segja. Já, Hannes hefur verið duglegur við þetta að ferðast Já, niðurstaðan er svo að þeir tefli aftur, skils mér. Ok, það hefur byrja aftur. Einhver tæknileg vandræði komið upp og... Já, maður verður að fá sig það bara að sopa á kólapæna til þess að halda rósinni. Já. Ég er ekki veist að róist mikið þessu. Þetta er mjög hressandi drykkur hins vegar. Já, ég vona að ég geti sofið í nótt. Já, ég þóra ekki að lofa því, sko. Nei. Já, það má geta þess að einn af styrktaraðilum mótsins er að sjálfsögðu Collab sem við höfum skartað hérna og drukkið mikið af síðustu vikunar. Frábært drykkur. Og svo er líka hægt að veðja úrslitin á lengjun, ekki það? Það er rétt, já. Það er hægt að veðja. Og svo er ekki Síminn og ljósleiðarinn? Síminn og ljósleiðarinn styðja þetta framtak. En mótið er haldið í einhvers konar samvinnu Rafíþróttasambands Íslands og Skáksambands Íslands? Já, það má segja það að Rafíþróttasambandið stendur fyrir útsendingu frá fjölda rafíþrótta, tölvuleikja og skákin var tekin þar inn í.
Já, mér finnst þetta frábært framtak og skemmtilegt að þetta svona eykur fjölbreytnina í íslensku skáklífi og hérna gott fyrir bestu skákmenn landsins að spreyta sig á þessu. Einmitt. Heldur betur. Við fengum nú mikið af svona viðburðum þegar menn færðu sig yfir á netið þegar COVID ástandið var sem verst og kjölfarið mjög mikið af skákmótum sem hafa farið fram í gegnum netið. Við séð erlendis og sýnt beint frá þessu á netinu. Þannig að þetta er kannski svona fyrirkomulag sem að færast í aukana. Líka þægilegt fyrir atvinnumenn að geta telt bara heima frá sér, þurfi ekki að vera að þvælast alltaf allan heim. Jú, sumir eru... Þú þekkir þetta náttúrulega, hvernig þetta er að vera atvinnumaður í skák? Jú, maður sérstaklega maður var ungur maður en líka maður tók nokkur ár fyrir nokkrum árum og tók maður svona smá sprett í gamla atvinnugreininni og allavega ég er mjög sæll að ég var tvisvar Íslandsmeistari í skák þannig að maður er bara þakkláttur fyrir það sem maður er að öngla saman. Þá eru þau byrjaðar aftur. Já, ok, það er gott að leystist úr þessu og engin ágreiningur og þeir hljóta að leika bara sömu leikjum vonandi. Já, mér sýnist þetta að vera mjög drengilega gert hjá þeim, þeir endur teka stöðuna sjálfsögðu og þetta var staðan áðan þeir eitthvað kom upp á og drottning séttur. Þá verður að leika D5. Já, dreipið og svo biskup F4 vantarlega. Nei, ok. Já, biskup F4 er mjög líklegt hjá Helga á einhverju tímamóti. Oft held ég að menn væri nú að setja riddarann á A6 og svo C5, leika svo kannski C5 eða C6 og svo fara með hann á E6 af því hann er mjög góð þar. Já. Líka upp á riddari B5 leiðindi. Einmitt. Þannig að þetta mikið alveg að þetta gæti verið ónákvæmni þessi leikur. Já, gæti hann fært riddarann á E6 til dæmis með hrókur E8, riddar F8 eitthvað slíkt? Gæti hann farið þessa leiðina? Jú, en núna ertu náttúrulega búin að eyða tempo í C6 og þá ertu búin að gera stöðuna aðeins passífur. Þetta er ykkur líkt vissu afbrigði í Petrosjón í drottningaindisku vörn og þá náttúrulega hvítur búin að eyða tíma í A3. Þannig að hvítur myndi ég segja að væri með betra tafl. Já. Svona álitamál hvort hann hefði átt að leika riddari E5 til að koma í veg fyrir riddari E4. En er Hannes ekki lendið í einhverjum vandræðum núna með... Riddari E5, ekki riddari G5, ok, jú, það er reyndar rétt. Þetta er svona... Jú. Ég lítið losaralegt. Jú, þetta er skítast að satt. Það var ekki, riddari E4, svarta staðan þoldi það ekki. Nei. Já. Þetta er bara slæmstað á svart. Slæmstað á svart þegar Helgi Ás í stöðu sem að Hannes þarf eiginlega á vinningi að halda að minnstakosti má hann ekki tapa þessar skák. Ok, riddari F6 en það kemur náttúrulega bara að hann verður að leika riddari C6. Ég held að annað kom ekki til greina. Að vísu kannski er eitthvað svona trikk í þessu ef að ok. Hann leikur biskup G5. Jú, ég sagði að þetta sé góður leikur. Sýnist það. Svona, kannski aðeins og dómhæfið. Kannski drottning B3 drottning D5 þá kannski. Já. Þá biskup drupur. Nei, hann hefur þetta bara svona einfalt. Já, Helgi er ekkert að taka neinar áhættur, hann er mjög góðri stöðu, 4,5, 1,5. Jafntefli myndi að henda honum ágætlega. Já, ok. Nú við. Þetta hlýtur að vera ansi gott og hvít. Trúi ekki öru. Það er bara spenning hvað best sé að gera eins og til dæmis riddari G4, þá biskup G7.
Sjáum að Helgi peði yfir eins og staðan núna. Hannes með biskupaparið og væntanlega gæla við einhverju möguleika til þess að reyna að opna tablið, nýta biskupana. Ok, núna verður að drepa á E5. Spurningum hrókur D7 hana í þessu, eða kemur kannski hrókur E7. Gerir það. Já. Sýnist nú að þetta sé nú versta afstæði fyrir Satan, sko. Já, þetta jafnast aðeins út núna. Já, ég held að hann hafi nú getað fengið meira út úr sem hann gerði hann Helgi. Kannski var biskup G5 ekki besti leikur sem stöðinni. Á hann að leika C5 núna og létta aðeins á þessu. Og hann gerir það, býður uppskipt af biskupum. Gætum verið að fara í jafnt endatafl. Já, þetta er bara jættibli. En ég hugsa að Helgi sé nokkuð sáttu við það. Vantar einungis eittvinningi viðbót til að tryggja sig í úrslitin. Já. Þetta er kannski eitthvað, Hannes teflir þetta lengi áfram. Myndi maður ætla? Já, sjálfsög, hann verður að reyna eitthvað. Er einhverjir möguleika sem félast í þessum peðmerhutta á drottningavegnum, Helgi? Jú, auðvitað gera það, en tablið er að því að tablið er í raun og veru steindautt út af, þú veist að ef hvora aðilum sig tekur ómiklar áhættur þá er þetta að skapa svo mikla hættu fyrir kongstöðuna og fyrir að tapa skákinni. Já. Myndi ég að halda. Þannig að það flóki fyrir svartan að reyna að finna upp á ykkur, en mér finnst það að vera frekar svartur sem að geti gert eitthvað. Einmitt. Eins og núna drottning drepi D5 væri slæmt út af drepi og hrókur C2. Þess vegna verður hann að leika 3. Og þannig að Hannes var aðeins að testa hann. Núna, já ok, gangur eftir. Og drottning C6, Hannes vill bara tefla þetta áfram. Já. Nú býður hann uppskiptiðinn. Jú. Það sé ekki bara elda drottninguna með drottning D6, eitthvað svoleiðis. Drottningin reyndir ágætlega stödd, ok, H4, jú. Það er engin ástæð, drottning stendur mjög vel D5. Já. Og A4. Já, nú er þetta allt saman valda, þetta er ekki verið á hvítt núna, sko. Kyrfilega valda hjá Helga og hann býður uppskipti á hrókum. Já. Nei, þetta er ekkert upp á. Það er erfitt fyrir Hannes að leika B5 út af skákinu á. Hann verður að leika kongur G7. Já, gerir það. G4. Kannski fær Helgi smá mótspila á kóngsagnum til móts við fríbeði sem að Hannes gæti reynt að búa sér til á A-línunni. Já, kannski þægilega að vera með hróksendatafl, sko, að verja stöðuna. Já. Hannes verður að tafla áfram, hann getur ekki leyft þar á skák. Gerir það náttúrulega. Það eru sjansar í þessu, núna. Já. Alveg tímalust. Nú er apiðið fyrir þetta var ekki skynsamlegt að skipta svona upp, sko. Þetta halda hróknum. Einmitt. Þannig að þetta er stór hættulegt og hvít. En nú er apiðið, sko, komið hansi langt og Helgi er ekki búið til beint hættulegar hótanir, finnst mér. Spurningum þráskáki, sko. Hannes þarf að mæta því að skynsemi. Hannes með aðeins betri tíma núna. Báðir komnir nálgast hálfa mínútu. Helgi komin í 20 og eitthvað sekundur. Spurning, já. Mér sýnist þetta sé núna ansi vanlegt á. Ok. Já. Ég skil ekki þennan leik alveg. Það er svona trikki, sko. Ef þú leikur drottning G6, kemur G6 ská, kannski. Já. En það er samt ekkert. Er hann að missa tökina á þessu bara núna? G6 leikur hann, er hann að frista þess að ná. Já, ég held að þetta sé unnið á svart. Hannes getur borið fyrir á
Það getur leikið drottning F7 skák. Það gat gert það. Gat leikið drottning F7 þvinga uppskipti. En þetta líka dugar alveg. Já, vekur upp núna bara. Já. Þetta búið. Já, þetta var sigla í Hennessy. Já. Hann náði kannski að gera þessari skáka sem vant að hinga til að tefla svona án mistaka alla skákina. Einmitt, já, hann gerði náttúrulega mistök í byrjun tapsins en Helgi nýtti sér þau ekki og Helgi teldi frumstætt eftir að koma með jafnteflistöðu. Þetta gerir stundum í skák þegar en skulum sjá. Spurning hvort að Hannes ná að nýta sér þetta. Þeir eru að endurtaka stöðuna frá því áðan sem að Hannes lék illa af sér E4 peðinu í byrjuninni. Já. Og Hannes lítur að vilja bæta endur bæta það. Já, það var mjög athyglisverð staða held svo sem að já, hann lék G3 ef maður rétt. Já, ok, G4 hraustlegri leikur. Já. Hraustlegri leikur, svo sannarlega. Og svo sannarlega. Fylgir því vantilega eftir með H4, já. Gerir það. Kongur Bjarni 1. Ok. Hann svona lauma sér frá. Nei, ég myndi segja að þetta væri töluvert þægilega tafla á hvít. Já, ég myndi persónulega kjósa hvítustöðuna. Það virðist vera nokkuð þægilegt plan að bæði íta peðanum og svo mögulega tefla upp á Vakstaðapeð. Hérna, já, þetta mjög athyglisvert. Þetta er góður leikur hjá honum Helga. Það svona álitamál hvernig best að svara svona framrás. Held að það kæmi ákveður að gera þetta svona. Ég vissi að ég var sendur það. Já. En ok. Nú G-línan. Opnast G-línan hins vegar G-línan orðin hálfopinn og svona F4 moment eru orðin hættulega ef hann opnar hérna lungu skálunina. Mitt. Já, þetta getur breyst svolítið ef að Hannes næði góðan sigur núna, þá munaði einungis einu vinningi á þeim. Minni á að staðan er 4,5, 2,5 Helga ég vil. Helga vantar bara 1 vinningi viðbót til að tryggja sér sigur í mínu. F3, ég er ekki viss þennan leik. Því núna kemur riddari H5 Já, og Helgi gæti verið að ná góðri blokkeringu á svörturriddurinn. Já, bara peður að falla, bara loka á öllu. Þetta var ekki góður leikur Veikt peði Hannesi. Biskup D3 vantarlega. Biskup D3. Ef að eða bara drepa á F3 kannski ekki bara, eða þá er þessu biskup E2 í lokin, jú, það er rétt. Ok, það er aðeins að vanda sig hér. Þetta er svona athyglisverð staða, mjög svo. Kemur til greina að reyna að klemma hvítumennina. Helgi leikur A5. Athyglisverður leikur. Já. Hannes hefur ekki alveg fengið kongsóknuna sem að ég hafi síðan fyrir mér hérna. Nei, þetta er glúri leikur held ég Biskup. Bjarni 6. Bjarni 6. Heldur að Helgi fari með riddarana á F4 eða býður hans bakur með hann á H5? Ég held að þetta gæti verið rétti tíminn en svona praktísk vandamál ef þú ferði í endartablið að drottning, hrókudrepi, biskup B5. Já. Sáu svipriðin hjá Helga Ólafsson, hann lék af sér. Já. Peðinu, hann lék bara H6 beint í döðan í rauninni. Já, hann gerði það. Og það er spurning hvort að vonbrigðin leyndu sér ekki. Spurning hvort að Hannes sé að klóra sín í einvið hérna bara alveg á ögurstundu. Þetta var dýrmætt peð að missa og nú standa öll spjóta svarta kongnum. Já. Ég skil ekki af hvernig hann drap ekki bara með biskup. Það verður að drepa með peði. Já, það er biskup C4 og já, bara hafa biskupinn virkan og svo ef hann hefði líka í króku tísu þá hefur það aftur biskup B5. Það er mjög förðulega ákvörðun. Getur hann reynt að virkja biskupinn? Jú, hann leikur bara biskup D1 og hóta biskup B3.
það liggur beinast við. Pressan þetta á G7-peðið. Já, bara biskup F1. Já, biskup F1 nú. Rosalegt. Þetta rosalegt, sko. Kannski heldur passífur eitur fyrir biskupin. Með allan þennan tíma, sko. Þetta ansi lélegt. Ég fyrir ekki að maður sé svona dómharður hérna í beinni útsendingu. Nei, það bara fínt. Þetta alveg svaka vegna þess að núna Svartur bara með fín færi, sko. Riddarinn F4 svo sterkur og biskupin F1 passífur og einmitt, Hannes peði yfir með biskupaparið en samt sem áður þá hefur Helgi náð að bremsa vel aðgerðir Hannesar. Þetta alveg rosalegt, sko. Rosalegt, sko. Fyrst alveg að drepa ekki á D3 með biskup og leika síðan ekki biskup D1. Nei, þú veist, þetta bara liggur svo augum uppi að virkja hvítreita biskupinn. Og fá að skáka svarta kónginn og þú veist með drottninguna H6. Ég held að þessi skák getur farið að bara hvort meginn sem sko núna. Já, athyglisverður leikur í Hannesi þarna D4. Já, ég veit ekki hvað hann átt að gera annað. Ég held að hann Helgi hefði átt að drepa með riddara, sko. Sjáum til. Nú það B5-peðið sem í uppnámi og Hannes gerir sér líklega til að taka. Riddari E5, þetta ekki gott á hvít. Þetta orðið praktist bara orðið ansi flókið, sko. Já, fyrir hann með hrókin yfir á ég svo aldeilis B-línuna og reynir að en svona skipast við oft fljótt til lofti. Já, heldur betur. Og nú sjáum við að Hannes aðeins að lendi vandræði með hrókin sinn verður að gefa hann að peð. Já. Nú það jafnt í liðum. Hannes með biskupaparið og frípeð á B-línunni. Getur það? Já, hann var að leika biskup F1. Núna leikur hann biskup D1. Já. Þetta ekki læsilegt að mér ég held að það sé vakt til orða þykir. Riddari D4. Já, hann alveg að missa þetta. Að vísu sko, kongur C3 dreipið og ef að kemur getur hann dreipið á nei, kannski ekki. Jó, hann gerir það, dreipið á D4. Jú, það vantarlega rétt. En núna þetta tapað, kongur E3. Býður nú við. En allar að drepa öll P-in hann, Helgi. Aha, hann drepur bara. En af hverju léka hann ekki samt kongur E3? Ég skil þetta ekki. En byrju nú, já, það onni á, maður mátti ekki leika hrók G4. Athyglisvert. Já, svo vægt sér til orðið tekið. Og nú þessi riddarinn leppur, hann valdaður og væntanlega þetta leysast bara upp. Núna spurning hvort að Hannes reyna að taka einhverja sénsa og reyna að vinna þetta vegna þess að já, ég meina það praktíski sénsar, hrókur og biskup á móti hrók. Það gæti bara leikið kongur E3. Ég sá ekki neitt annað. Það var hrókur og biskup á móti hrók. Það eru rosa praktíski sénsar að vinna það í svona tímamörkum. Heldur betur. Og menn hafa nú meira þess að lenti vandræði með þetta í kappskákum. Heldur betur, já, og sérstaklega ekki vildi hann dreipa P og G7 og eitthvað. Þetta orðið pínlítið óþægilegt fyrir Helga, hann tæpur á tíma, hann sem með einhverjar hótanir. Og hrókur H2 skák. Já, hann gæti bara unni mann hana. Ok. Helgi. En býtum við, nú hótar Hannes þá getur hann ekki skák. Þeir skiptast á að gefa færa á sér. Já, heldur betur. Helgi hóta máti. Nær Helgi að vinna B-peðið. Já, þetta mjög athyglisverð staða. Þetta erfið staða að tefla undir tímapressu. Biskup 10 tilbaka og skák. Hann getur leikið þá hrókur B1. Ég Helgi að vinna þetta. Kemst kongur E2. Já, en það nú þarf að reikna. Já. Ok, við fáum kannski það sem við vorum að tala um.
Já, hann gæti skáka á C2 og drepi piðið, en alltaf lagi. Nú vinnur Hannes 1 peð og mjög líklegt að hann vinni hitt peði líka. Hann er svona yfirleitt þjóðalpatareglan í þessu að Hrókur og Biskup geta unnið peðin. En þá fáum við kannski að sjá endatapstæknina hjá þeim, félagunum. Já. Getur þú, Helgi, kannski útskýrt fyrir okkur örstutt í hverju felst vörn Svarts í þessu Já, það er svo kölluð önnur reitaröð og svo að skáka og hérna, það er svona patt í annar reitaröðinni og hitt er að skáka sem sagt lengra frá. Hinn megin frá, hérna með bakvið. Já. Og hérna... Helgi komin í aðra reitaröðina, hérna. Já, hann er komin í það. Og þá felst vörnin í rauninni í því að leika þessum hrók, ef kongur D6 þá hrókur D7 eins og Helgi var að segja, pattrikkin. Ef að hvítur skákar á 7. reitaröðinni þá bakkar Svartur með kóngin og býður uppskipti. Og hrókur E7. Og þá verst hann hinum meginn frá. Ég held að Helgi kunni þetta alveg upp á 10. Bara gaman að sjá. Já, en í svona tímamörkum er þetta... Þetta er óþægilegt, vissulega. Það þarf að tefla nákvæmt. Og mjög auðvelt fyrir hvítan að búa til pressu. Já, menn geta reyna þetta alveg í ótal leiki. Já, að sjálfsögðu. Bara svona prinsip ástöðum er mjög eðlilegt að tefla í botn og við minnum á það að ef að þeir leika 50 leiki frá því að síðast var drepið eitthvað, þá enda skákið með jafntefli. Það var í 71. leik. Já. Það eru komnið 22 leikir, þannig að við getum fengið teflað 30 leiki viðbót. Nú er Helgi komin aftur í second rank defense hérna á B-línunni. Já. Hann velur þá aðferð. Þetta er óþægilegt að tefla eða að fara að saxast á tíman eins og við sjáum. Helgi er hann rauður á klukkunni og... Þetta er náttúrulega bara sama staðan og við vorum með nema borðið er búið að snúa. Einmitt. Ég heyrði einu svona skemmtilega sögu af manni sem var að máta með biskup og riddara og það var svona út af kanti. Þannig að hann færði sig, settist við hliðina á borðinu til þess að sjá þetta rétt. Jú, en það er náttúrulega eins og í þessu bara sem við prinsip sko, þetta er náttúrulega smá óþægilegt. Það er alveg rétt, það er alveg sniðugt að grípa til svoleiðis ráða. En mér sýnst nú að Helgi sé nú nokkuð með þetta á hreinu sko. Já, það virðist vera. En gæti hann hafa verið að lenda í vandræðum núna? Ég held það. 10 sekúndur á klukkunni. Ég held að núna sé hann mögulega komin í babba. Kongur C8. Ok, hann er ekki að ná tök... Hann er að falla tíma. Hann fjall. Já. Hann fjall á tíma. Átt að skáka. Já, þetta er erfitt. Hann átt að skáka á 7-2. Herðu, þetta er bara orðið innví hérna. Þetta er bara orðið spennandi. Þetta er orðið spennandi. Hann er búin að vinna 2 í röð. Vá. Staðan er 4,5, 3,5 og þeir eru bara... Þeir gefa ekkert eftir. Nei, það er bara næsta skák. Það er bara svo list. Það er Trompowski og Helga. Já, athyglisvert. Já, hann er sér nú mjög sjóaður í gegn þeirri byrjun og... Já. Þannig að ég veit alltaf ágætlega að sér í einhverju svona, sko. Já. En hérna... Hann velur að leika D5 og taka á sig tvípeðið og biskupaparið. Já. Þessi uppstilling sem að Helgi velur hérna með hvítu hefur verið svona vinsæl netskák uppstilling, svona ákveðið system. Jú. Tefla gegn D5-peðinu. Jú. Þetta er skákinn er orðið svona í dag. Tefla eitthvað voða praktískt. Já, einmitt. Það er ekki eins og í gamla dag að við vorum að leita sannleikans. Nú ertu bara með tölvuna sem segir hvað er satt og þetta getur að hugsa meira. Það er bara tefla eitthvað sull og vona það besta. Einmitt. En svona er þetta. Tímanu breytast og menninni með. Já, heldur betur. Þetta er náttúrulega 2 skákmenn, Hannes og Helgi, sem ólust upp við aðeins öðruvísi veruleika heldur en er í dag í skákinni. Jú. Þegar menn þurftu að velja
hvað ætlað að taka fá pör á nærbuxum með sér erlendis til þess að koma informatorinu fyrir í töskunni? Var ekki þannig? Jú. Jú, það eru breytti tímar. Drepur þetta? Já. Það var einhver ástæð til að drepa þetta. Biskupinn var góður. Og Helgi kom með góð tök á D4-1 fyrir framann stakk. Ég held að verða að leika F5 eða hvað. Nei, ok. Það er þetta peð sem allt sýnst núna. Hvort það er veikt eða í lagi. Ég veit ekki, sko, spurningum að, nei, ok. Þetta er drepið. Ekki hrifin að þessi hann með Hannesi. Drepum við með drottningu eða með peði, Helgi? Ég held þetta er smekksatriði, sko. En ég hef persónulega drepið með peði. Já. En hérna, að því að nú C3 peði er veikt, sko. C3 peði er veikt. Að veikleika á móti D5 peði hérna svars. Það er mitt. Spurning hvort að Helgi fari með hrókin upp á riðurritaröðina. Mögulega. Það er smá taktík í þessu. Já, hrókudripur C3 þá möguleiki, sko, ef þú myndir leika því. Já, það sem ég átti við er það mögulega móti borði hjá svörtum eftir uppskiptin, hann að... Jú, já, fyrir ekki að sá leikur hefði ekki gengið upp að sjálfsögðu, það er rétt hjá þér. Smá taktík í stöðunni. Já. En er þetta ekki heldur þægilega fyrir Helga svona með við? Jú, mér finnst nú alveg, jú, ok, ég meina skiljanlega vill Hannes ekki leika F5, sko, en það er svona spurningvinna að stilla upp peðunum. Já. Er einhver leið fyrir Helga að íta þessum peðum af stað og grafa undan biskupnum á E6? Mér finnst eins og Hannes sé að tefla almennt sé betur núna. Mér finnst hann orðinn aðeins öruggari. Já, hann hefur hrokkið í gang eftir hérna smá vandræði hérna framan af í miðjunni. Já, mér finnst hann vera spurning, sko. Það er spurning hvort að hvítu geti leikið núna F5 og svo biskupdrepur D5. Já. Leið að maður segir frósar Hannes eða kannski það er gömul það er svona commentators curse, þetta mér sagt. Já, einmitt. En hvítu stendur núna ótvírætt töluvert betur. Já, hann er sem með það voru mjög góð uppskipti, sko. Hann er sem með þetta tvípeða F-línu og Helgi þar að lendi með peðameirhluta á drottningavengnum og svona smá pressu gegn svarta kóngnum, sjáum að Helgi með... Veitu nú maður, þetta lyktar alveg svakalega ykkur, sko. Já, það er svona nánast hrókur í það er ekki alveg, það er ekki alveg, en það munar mjög litlu þetta sé eitthvað, sko. Þetta er mjög mikið lykt af þessu. Biskup C4, já. Ok. Ég svona hafa tilfinninguna að hann hefði kannski geta haldið pressunni svona. Já, þetta var sérkennilegt. Maður hefði alltaf haldið drottningunum inn og til þess að setja meiri pressu, sko. Hrókur E7, ok, hóttar að taka F7 sem Hannes lítur að valda. Já, en hann gat leikið bara biskup. Það kom til álda að leika biskup E6. Það er rétt, já. Biskup E6, hann gæti að rofi valdið á hróknum hérna. Já, vegna að D5 gengur ekki upp út af kongudrepur E7. Það þurfti að skipta upp og þá er þetta bara allt frumkvæði farið þannig lagað, sko. Já. Að þegar svartur hefði getað svo drepið á D4 eða B3. En þetta er oft það sem mér finnst er að hann er smá stundum á krítiskum augnablikum taka sinn tíma til þess að hugsa. Einmitt. Hann heldur bara alltaf mjög hröðu tempói. Það er svo sem strategía líka. Nú er Hannes að reyna að grafa undan biskupnum, líka þarna A4 og Helgi fóð með biskupin af C4. Já, kemur ekki bara hrókur T8 núna? Það er líklegt að þetta D4 peða Helga að fara að falla. Mér sýnist nú að núna sé að svartu sem er að taka yfir, sko. Já, býðum nú við. Býtum má hann kannski bara drepa? Má hann drepa bara? Já, hann mátti drepa, jú. Já.
Það mátti bara drepa og eða þá unnið. Já, og hann hefði mátt gefa sér tíma hana eins og þú varst að tala um. Mér finnst að þetta vera svona hans Akkilesar hæll í þessum einvíum. Af því að núna náttúrulega hvítur með pressu Óttabiskup 7-4 og svona, sko. Hann gæti bara unnið, Rókutur Brasex. Vá, maður, þessar skáki skiptast alveg svakalega mikið hendur, maður. Já, heldur betur. Leikur núna Rók 7-2, ok. Ef að Hannes hefði fundið þetta, það hefði getað fengið bara úrslitaskák, 4,5. Það hefði verið svakalegt að tapa svona, sko, fyrir Helga, sko. Svaka sjokk. En úr því sem komið var mjög mikilvægt fyrir Helga að... Já, þetta jafntefli bara núna. Þetta bara jafntefli, sko. Já, mér fannst Hannes missa þarna öðru tækifæri, en ok, látum það liggja mig til hluta. Já, byrju, hvað þá? Í staðinn fyrir að fara í uppskiptin, sko, hvort hann hefði getað skáka fyrst á D1 og bætt biskupnum í spilið og skilur Róku D1 skák. Nei, er þetta ekki bara mát? Bara nánast mát. Jú, þetta er mát. Já. Þetta er mát? Þetta er mát. Vístu, nei, það er onni á F7 skák. Já. Nei. Róku D1 skák. Kongur H2. Tekið á F2. Nei, fyrir ekki, Kongur G2. Já, biskup E4. Jú, þetta er mát. Þetta er bara, hann mista máti. Já. Allavega, staðan er svona núna. Það er sem Hann misti hans í mörgu sénsumann. Já. En byrju, er ekki... Já. Byrju, átti ekki verið að hlýja eftir 8 skákir eða eitthvað? Já, þeir eru bara svo æstir í að tefla strákarnir að það er erfitt að stoppa þá. Já, við höldum áfram þá bara núna. Ég held það, við höldum bara áfram. Staðan er 5-4. Hannes verður að vinna, hann er með hvítt. Ef hann vinnur 5-5, þá förum við í bráðabanna. Já, Helgi teflið þetta. Rólindis afbrigð, Rúbenstein afbrigð. Já, sem Jóhann Hjartarson uppnefndi harðlífið einhvern tímann. Já, hann uppnefnir mjög margt, hann Jóhann Hjartarson. Þekktur uppnefnari. Enda stríðin maður með afbrigðum. Já, en það sem hann átti nú við var að Svartur á að til að fá svona heldur þröngastöðu og... Jú. En trausta. Mjög trausta, sko. Já. Ok, Helgi dreipur á D4, ég held að þetta sé nú allt saman þekkt. Það möguleika verið hvítan að Rókar að lágt. Já, hann lítur að stefna því, hann Hannes. Hann þarf að vinna þessa skák. Þetta var rosalegt, Róku D1 og... Já, það var bara eins og möguleiki bara mát, sko, þetta var bara mát. Óverandi mát, það er ótrúlegt. Já. Og svo líka Rókutur Brasex, sko. Þetta er svakalegt. Já, þetta er svona getur það dýrt fyrir Hannes, en kemur ekki bara G4, G5 nú? Já, það var einmitt það sem að ég var að velta fyrir mér. Spurning hvað Helgi gerir, hann hörvar. Já. En mér finnst svona eins og hvítu vera að sé svona einhverjum tempo á mig yfir hérna. Þó hann sé peðundir. Já, ok, en mér er freistandi að leika G5 í þessu. Það er líka til að býða, en minna, já, þetta er ekki skemmtileg stað á Svart. Nei. Það er óþægileg pressa á stöðu Helga eftir G5. Já. Spurning hvernig hann haga sinni vörð, sko. Vittur í D5, já. Þá kemur G5 í mitt. Já. Leppar þá að það... Hann hótar í raun og veru getur yfir H6 að því að það enda síðan með máti, sko. Biskup B4, já. Góð leikur. Góð leikur. Nú er rittur F4. Já, spurning hvort hann hafi tíma í að létta eitthvað á þessu. Jú. En þetta er samt snúið, sko. Er þetta ekki? Já. Þetta er samt snúið. Þetta er mjög óþægilegt og Svart. Ég sé ekki neitt annan leik en þetta er F4 og drottning G4 og drepa þá. Rókutur D3. Já.
Nú hótar Hannes að taka á H6 með peði og opna allt saman upp á gátt. Verður ekki Sartur að reyna? Nei, hann hótar hókudröpi D4. Já, ok, drotnindröpi. D5, hann býður skipti og gefur peð leið. Já, ok. Þú vilt náttúrulega halda drottningunum inn á. Nei, ok. Þú vill það ekki. Nei. 12 segir nei. En það líka móthótanir núna biskup F6, riddar í burtu og H7 og svo, þetta stórhættuleg staða en þá á hrókudröpi D4, biskup F6 núna. Já, hann hefði nú mátt byrja á því kannski. Nei, þetta alltaf í lagi vegna þess að biskupum valdar eftir byggð. Þetta alltaf í lagi. Biskup C5, þá kemur hrókudröpi D5 með tempói. Núna biskup F6. Já, ég meina, þetta ekki bara búið, ég meina, H7 og bara mát. Eitthvað í þessu? Stuttasvarið nei. Ég held ekki. Hann gafst upp, já. Hannes Þetta rosalegt, en núna hljótaði að taka sér frí, sko. Þetta var svakalegt comeback, maður. Vá. Þetta byrjaði alltaf því að það var einhver tæknivaldamál hjá honum Helga og hann æstist allur við það, sko. Já. Og svo var hann rosalega klaufa að tapa þarna sem að enda þarna með hrókur og biskup múti hrók en Hannes þetta bara æsspennandi en náttúrulega straumurinn með Hannesi skriðþungin momentum já, heldur betur þetta ég veit ekki hvað skal segja staðan var 4,5, 1,5 og Hannes virtist algjörlega slegin út af laginu á þeim tímapunkti og svo já, hann vann hérna jafnvægislega stöðu og svona sko. Þetta auðvitaðnar og ýmislegt sem að spilar inn í náttúrulega og já, Hannes mér finnst líka að Hannes almennt sé að vera öruggari sko. Þekki líka líkastjáninguna þegar hún líður aðeins betur. Já. Þannig ég veit ekki hvað ég telt oft við Hannes og hver lengi maður þekkir hann ég þekki hann betur en Helgi náttúrulega hann hefur staðið sér rosalega vel hann Helgi Ólafsson í þessum netskapmótum það hefur verið mjög gaman að fylgjast með honum já, algjörlega nú bara bíðum við eftir því að sé kastað upp á hver fær hvítt í bráðabánskákinni Ef að fyrir jættefli þá höldum við áfram ekki sett. Já, mér skilst það sé þannig að verði jafnt, verði telt áfram. Í rauninni bara telt áfram þannig að annarkur vinnur. Sé fyrirkomulegið. Þannig að við býðum eftir að því að þeir drægjum lit og meðan við erum að finna út úr því þá skulum við fá bara örstutt skilaboð á skjáin og koma aftur með bráðabárnum bara fyrir augnablik. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpra. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að ferði hálfgetur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti.
Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Jæja, við erum komin aftur, kæra áhorfendur. Við erum að fá upp bráðabanaskák hjá Hannesi og Helga. Einvíð þeirra lauk 5-5 og við skulum bara fá skákina strax á skjáin þegar eru byrjaðir. Það fara hérna hratt yfir fyrstu leikina, hann var sikilega vörn. Já, nættur, það sem að Helgi ánáttúrulega bara tefla í prinsipinu á að geta. Já, og Hannes búinn að fórna á 1-6 og fá... Þetta lítur að vera eitthvað sem að Hannes þekkir, sko. Já, hann teldi þetta hratt. Já, eins og svo... eins og svo ofta á því. Eins og eiginlega alltaf í þessu. Af því að, sko, hann lítur að vita hvað hann er að gera vegna þess að almennt séð ætti þetta ekki vera gott og hvít. Já, svartur hefur riddara og biskup fyrir hrók og peð. Eins og Helgi segir, almennt séð þá telst það betra fyrir riddaran og biskupin, svona yfirleitt. Hérna er svartur með nokkuð traustastöðu sín, menniti nokkuð virkir. Ég minni á það að endi þessi skák með jafntefli, þá fáum við bara nýja skák. Það sem að Helgi hefur hvítt. Já. En sá sem vinnur þessa skák, hann fer bara beinustu í úrslitin. Ekki vissum að svartur hefði átt að leyfa þetta, sko. En ok. Þetta er mjög spes. Mjög spes hjá honum Hannes að fara í þetta, en ég meina, ég þekki ekki byrjunarfræðin í þessu. Riddari D3, já. Og þá opnar Helgi tablið með D5. Ok, hvað er að segja þetta? Helgi gefur sér tíma, tekur með biskup. Hann býður uppskipt og hróka sem að Helgi vill ekki. Drottning H4. Þeir eru svona þrefa fyrir sér, bara báðir. Já, þetta er svona tvísýnt að. En almennt séð ætti svartur að vera ágætis málum. Já, Helgi gæli við að hoppa með riddarann á F5, en það bregðast við hótun Hannesa núna. Svona álita, já, ég held að þú að drepa þetta. Já, ég held það. Gerðu það. Sko, það er aldrei að leika G4 út því það verður svo veikt allt. Já, einmitt G4 væri mistök, myndi veikja skálínuna. Það er ekki viss biskup C5.
Já. Hvað á Helgi að gera á hana? Getur hann gert eitthvað til þess að opna tabli fyrir biskupapari sitt eða á hann að bíða á? Já, náttúrulega kemur til greina að leika biskup D6 og núna getur hann valið að taka jafnteflinu, sko, vantarlega. Getur endur tekið stöðun aftur en hann leikur hrókur sér 4 og telur sig jafnvel að vera með betra tabl. Hann ætti í prinsipinu að vera með það. En þetta samt ekki einfalt, sko. Nei, þetta ekki einfalt. Þetta ekki einfalt. Voni á A5, já, það Já, svona, maður getur ímyndað sér einhverjar mátótanir mögulega með rittari G3 en Hannes valdi allt með þessum biskup sínum. Já, voni á A5. Já. Líka þetta skák og líka að drepa svo. Og þessu voni á C2, hrókurinn C4, hvað hann að gera? Spurningum B3, hvert hrókurinn að fara? Ef hrókur, já, rittarinn valdar hrókinn á H4. Gæti farið yfir. En byrjuð þá kemur skák Nei, þetta hangir saman einhvern veginn, já. Hann valdar eina spurning með Er eitthvað Já, drottning C3, ég held að það sé mjög góð leikur. Drottning C3, já. Já, þetta mjög góð leikur. Býttu nú við. Hvað að gerast hérna núna? Já. Þetta hangir alveg að horriminu og svörstum, sko. Já. Það ekki annað sagt, sko. En ok. Já. Spurningar sem biskup C7 af því þú út af að hóta hrókur D8. Biskup C7, hóta hrókur D8, já. Lítur út fyrir að vera freistandi, sko. Svona freistandi leikur. Því svartur hótar engu, sko. Biskup C7 hugsaði ég sé góð leikur. Já, hann Gera það. Ok. Já. Þetta mjög spennandi. Ok. Drottning F5. Núna lítur þetta mjög vel út og hvitt, myndi ég halda. Það var nefnilega spurningum að sleppa að leika B4 og leika H6 vegna að ef það hefði komið hrókur D8 þá hefði komið drottning drupi D8, biskup drupi D8 og riddari G3 mát. Einmitt. Akkurat. Ok, riddari D4 og hótar mögulega riddari drupi F3. Já, nú biskupin að falla á C6. Sjáum að Helgi er hann rauður á klukkunni, komin inn í 13, 12, 11. Dreymur hrók. Já, þetta er tapað. Já. Þetta er athyglisverð skák. Þetta er alveg ótrúlegt hvað... Þarna sjáum við allavega Hannes að tefla að mínum að þetta er mjög betur en hann gerði upp á innvísi. Það var alveg með hugmyndir og teldi hratt. Já, og þá er það svo lokið. Hannes Lífar Stefánsson sigurvegari í þessu innvíi eftir ótrúlega sviftingar. Þetta leit alveg hræðilega út á tímabili. Það var 4,5, 1,5 undir. Vá, og kemur tilbaka og vinnur í... Já, þetta var, hann teldi mjög betur eftir því sem að leiða inn við, sko. Já. Þetta var rosalegt, þetta var mjög dramatískt. Þetta var mjög skemmtilegt einvið vegna þess að Helgi var í sínu tempói framan af og hann tapaði þarna mjög klaufalega skák þar sem hann var 4,5, 1,5 yfir. Já. Hann var náttúrulega einhverjum tímapunktu með kannski held ég hartnær unnið ef það nýtt sín færi. Gerði það ekki og fekk svona stöðu sem var aðeins þægilegri á Hannes en bara samt jafntefli og í staðan fyrir að halda hrókunum af því það hefði verið svo örugt, sko, upp á öll endatöfl að það skipta hann upp í drottningaendatafl og það var mun hættulegra út af fjarlægum frelsingja svars vegna þess að í hróksendatafli hefði þessi fjarlægi frelsingi aldrei verið jafn hættulegur. Þannig að þá byrjaði svona upprisa Hannesar og auðvitað var tapmennskan einhverju leyti skrautlega en ég fann það á Hannes og á heilt yfir fór hann að tefla betur. Að mínum mati átti Helgi þegar hann
hafnaði þráleik, hann átti að taka þráleiknum, staðan hans var ekki betri á þeim tímapunktum mínum mati, held ég, út af því að Hvítum við 2 pöðu upp í hérna Rókumann og 2 menn Svarts og það vantaði aðeins svona meiri stöðuleika í svörtu stöðun til þess að tefla af öryggi til vinnings. Þannig að þetta er ótrúlega spennandi einvígi og flott. Já, frábært og við þökkum Helga og Hannesi fyrir þetta æsispennandi einvígi sem lauk 6-5 Hannesi vil eftir bráðabana. Hannes er þá komin í úrslitin, Helgi kveður keppnina að sinni. Seinni hluti undanúrslitina fer fram í næstu viku, næsta sunnudag. Þar munum mæta stórmeistarinn Vignir Vatnar Stefánsson og alþjóðlegi meistarinn Alexander Dómaldsuk Jónasson. Sigurinn í því einvígi mætir Hannesi í úrslitunum sem framfara 7. apríl. Við ætlum að fara að segja þetta gott í kvöld. Þakkum fyrir, takk fyrir samveruna Helgi. Já, takk fyrir, sömuleiðis. Og kæra áhorfendur, fylgist með næsta sunnudag, ekki missa af seinni hluta undanúrslitina. Verið sæl í kvöld, takk.